Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 3. janúar 2017. Þetta fundur númer 3406 og fyrsti fundur ársins. Ég vil byrja á því að óska bæjarfulltrúum og starfsmönnum Akureyrarbæjar og bæjarbúum öllum gleðilegs árs og farsaldar á nýju ári. Og svo vil ég jafnframt fá að leita afbrigða frá útsendri dagskrá og taka á dagskrárlið bæjarstjórn óskum tímabundið leyfi. Geta samþykkt það, þess að gefa merki. Þá liggur fyrir okkur dagskrá í 9 liðum og fyrsti dagskrárliður bæjarstjórn óskum tímabundið leyfi. Lagt fram í erindi dagsett 1. janúar 2017 frá Silju Dögg Baldursdóttir bæjarfulltrúa L-lista þar sem óskar eftir tímabundið leyfi frá störfum í bæjarstjórn frá 1. til 31. janúar 2017. Voruð þið laust? Þess að geta samþykkt það, þess að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Ég vil jafnframt minna á það að í upphafi fundar að ritarar þessa fundar eru Freybjörn Jón og Sóli Björk bæjarfulltrúar, þar sem að Ingibjörg Ólöf Ísesen ekki og Silja Dögg Baldursdóttir ekki. Þannig að það sé komið á dagskrá, þá það annað dagskrárliður. Samþykktir stjórn og fundarskap Akureyrarkaupstaðar endurskoðun vegna stjórnsýslubreytinga, fyrri umræða. Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls, bæjarstjóri. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og takk fyrir það gamla. Ég fer hér í gegnum þær breytingar sem það þurfti að gera á samþykktum stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar í framhaldi af stjórnsýslubreytingum og jafnframt vegna þess að það nú annars lagi líka að taka til í samþykktum sveitarfélagsins. Þannig að við gerum það að nýttum tækifæri og gerum það í leiðinni. Ég ætla ekki að fara í gegnum samþykktunar lið fyrir lið, heldur einungis nefna þær breytingar sem hafa verið gerðar á samþykktunum og í fyrsta lagi og sem eru þá kannski stærstu breytingarnar á samþykktunum frá þeim upprunalegu eru þær að í núverandi 48. grein þá er verið að tala ráð en ekki nefndir og þessi 9 ráð sem voru samþykkt við breytingarnar og síðan í 51. greininni þar sem talað ráðningar á sviðsstjórum því að núverandi yfirmenn munu bera titilinn sviðsstjórar að þá talað að það sé gert að höfðu samráði við fagráð. Þetta eru svona stærstu breytingarnar frá upprunalegu samþykktunum. Síðan ætla ég að rekja hér mig aðeins í gegnum nokkra greinar þar sem eru orðalagsbreytingar sem voru gerðar á síðasta bæjarráðsfundi. En það í 16. greininni þar var tekið orðið út orðið fullu, það fyrir framan orðið fullu nafni, það sem við erum að tala að bæjarfulltrúar séu þá brávarpaði með nafni. Í 20. greininni þá endar greinin á án umræðu í staðinn fyrir án umræðna. Og síðan í 31. greininni þá kemur ný grein sem var samþykkt vegna umræðu meðal annars trúnaðarmálabók en við höfum sett inn í samþykktirnar sérstakan kafla trúnaðarmálabók. Aðrar greinar þar á eftir taka þá breytingum, það er 32. greinin sem var áður 31. grein. Þar er tilvísun í grein 25 sem breytist í grein 45. Það er svona okkar mat að þetta hafði bara gleymst að endurskoða við síðustu yfirfærslu á samþykktunum. Það var bara verið að vitna í ranga grein þarna. Í 37. grein sem áður var 37. grein, þá er það einnig tilvísun í aðra grein í samþykktunum sem breytist vegna þess að ný grein hefur komið þarna inn og hefur þess áhrif á númerabreytingar. Það svipað þegar 40. grein sem áður var 39. grein, það er tilvísun í aðra grein í samþykktum breytt og þar hefur það líka gleymst við síðustu endurskoðun. 44. grein sem áður var 43. grein, það er tilvísun í grein 25 breytt í grein 45 sem hefur líka væntanlega gleymst við síðustu endurskoðun. Og í 48. grein sem áður var 47. grein, það er tilvísun í aðra grein í samþykktinni, henni breytt með tilliti til þess að ný grein kom inn og hafi þess áhrif á númerabirtinguna. Í 48. greinin sem ég nefndi í upphafi að þar eru ráðin öll nefnd og þeim núna raðað upp í stafrófsröð. Það var komið svolítið ruglingur á þetta í samþykktunum að finna réttu ráðin en þau að búið að raða þeim núna upp í stafrófsröð. Annað sem
lagfært í 48. greininni, það fjöldi aðalmanna hjá atvinnuþróunarfélaginu. Við eigum víst bara 2, en það var talað að við ættum 3 fulltrúa þar. Og í 60. greininni sem áður var 59. grein, þar tilvísun í 2. grein í samþykktinni samanber breytingar. Og í 65. greininni sem áður var 64. grein, þá var líka tilvísun í 2. grein í samþykktum breytt með tilliti þess að ný grein kom inn og hafði áhrif á númerabirtinguna. Síðan bara svona almenn tiltekt í þessu varandi ásláttarvillur en engar efnislegar aðrar breytingar, og ég legg þetta fram bara til umræðu og eftir atvikum þá til síðar umræðu í bæjarstjórn. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sinni. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra fyrir þessa ágætu kynningu og vil bara segja strax að ég hef ekkert út á það að setja sem að hann var að tala en mig langar að nota tækifærið af því að við erum að breyta samþykktum stjórn og fundarsköp Akureyrarkaupstaðar að leggja til breytingar sem að ég held að sé ótrúlega mikilvægt að gera í þeim tilgangi að gera þessa fundi svona að meiri samræðufundum og og kannski að fara yfir breytingarna sem maður langar að leggja til og ég fer síðan kannski svona yfir rökstuðningin betur og eftir og svona hvers vegna ég tel þetta ótrúlega mikilvægt. Mér langar að leggja til breytingu á G-lið 16. greinar sem að fjallar hversu oft má tala, en þar kemur fram að hver bæjarfulltrúi megi taka 2 svar til máls við hverju umræðu og en megi taka ofta til máls til að bera sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta. Ég vil breyta þessu þannig að hver bæjarfulltrúi megi tala 4 sinnum í hverju umræðu og sé heimilt eins og bara í raun og veru fyrir að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta. Þetta sem sagt, og ég ætla að biðja forseta að bera upp þessar tillögur mínar í sem sagt 2 liðum, þannig að annars vegar ég með tillögu varðandi G-lið 16. greinar og hins vegar ég með tillögu varðandi H-lið 16. greinar. En það lýtur að takmörkunum á ræðutíma þar sem að í dag eru engar takmarkanir á ræðutíma, þar að segja við megum koma upp 2 svar undir hverjum lið og tala eins lengi og okkur sýnist. Ég vil leggja til vegna þess að mér finnst svo sem eðlilegt að fyrst ef ég ætlum að það fylgist að þetta með að við megum tala oftar en að það séu þá kannski settar aðeins takmarkanir á tíma því að án þess að ætla að vera leiðileg þá eru þessi fundir bara alveg nógu langdregnir þó við séum ekki tala 4 sinnum óendanlega lengi hvert. Þannig að ég vil leggja til að í fyrstu ræðu sé ótakmarkaður ræðutími eins og núna bara, en síðan í annarri ræðu sé 15 mínútna ræðutími og í 3. og 4. ræðu sé það 5 mínútur. Og kannski svo ég svona fari og síðan bæti ég við að forseti getur þá heimila lengri ræðutíma við umræður fundarsköp eða fundarstjórn forseta. Forseta heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki sé hægt að ræða þá fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælti fyrir og sé forseta heimilt að rýmka ræðutíma bæjarfulltrúa ef sérstaklega stendur á nauðsyn krefur. Og ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skuli liggja fyrir áður en umræða hefst og við síðari umræðu fjárhagsáætlun og aðalskipulag Akureyrarkaupstaðar skuli ræðutími vera óbundin, engin tímatakmörk. En það sem ég bara að reyna að gera og það sem tilgangurinn minn með þessum breytingum, það að þessi samskipti í bæjarstjórn séu meira samtal okkar á milli og
Sko, mér finnst þetta ágætisfundir og og mér finnst við svona komast bara ágætlega frá því að bara svona ræða saman, en hins vegar það bara þannig að ef að hver má bara taka til máls tvisvar, þá bara ljóst að það verður ekki samræða. Og ég hef nú lent í því, og ekki ég kannski meira lent í heldur en aðrir bæjarfulltrúar lent í því að til dæmis ég hef bara komið hérna upp og sagt einhvern fjandann sem að viðkomandi bæjarfulltrúi vildi gjarnan andmæla en bara gat ekki, af því að maður búið með öll ræðuskiptin. Auðvitað getur þetta komið fyrir líka þó maður megi tala 4 sinnum, en hættan minni. Auðvitað getur maður alltaf notfært sér það, bara bíða til allir eru búin að tala og koma sér upp og segja bara eitthvað stuðandi, en ég meina það ekki þannig kannski sem við erum að vinna og eins og þegar þetta kom fyrir bara á síðasta eða þar síðasta fundi á mér, þá bara fattaði ég átti eftir að segja hluti sem ég vissi að fólk myndi vilja ræða betur eða andmæla, og þannig ég var svona, en ég var pínu sein sko, og allavega 2 bæjarfulltrúar voru bara búnir með skiptin sín og sátu bara rauðir í framan. Þannig að ég sagði þetta má nú ekki gerast aftur. Og svo eins líka dæmi það að forseti hafi gert hlé á fundinum til þess að tala saman þegar það var komið upp einhverja tillögur og tillögur nú oft ræddar fyrir fundin og bara útkljáð í raun og veru og komin breytingar til raun. En ef að það klikkar að þá einhvern veginn verður mjög erfitt að tala saman á þessum fundi. Og mér finnst algjörlega óhæft, og sérstaklega þegar við erum með fundin í beinni útsendingu á internetinu og fólk á bara að fá að sjá það sem fer fram, að þurfa að gera fundarhlé og slökkva á kameru svo við getum tala saman hlutina. Mér finnst þetta bara ekki nógu gott, og ég held að þetta með að við megum tala 4 sinnum hvert geti bætt þetta. Og ég get deilt í með ykkur að ég hafði samband við forseta bæjarstjórnar í Reykjavík, þar sem sagt ákvæði að tala megi 3 svar, en það reyndar ákvæði að hægt sé að gera stuttar athugasemdir, sem sagt ekki bara fundarstjórn forseta, heldur bara stuttar athugasemdir, og þá má tala í 2 mínútur, 1 mínútu eða 2 mínútur, ég man það ekki alveg, en það alveg ótakmarkað. Þar getur fólk bara komið upp í stuttar athugasemdir bara eins og oft og að vill við, en þá náttúrulega þarf forseti að stýra málinu. Ég ákvað að hafa þetta ekki inni hjá okkur, heldur bara að byrja á þessu að við getum talað 4 sinnum og gert þá borið af okkur ámæli og gert athugasemdir við fundarstjórn ef það væri svona neyðarhnappar einhverjir. En og ég sem sagt, eins og ég segi, það í Reykjavík má tala 3 svar, og forseti sem ég átti samtal við forseti borgarstjórnar í síðustu viku sagði að hún var nú frekar á því að fjölga skiptum heldur en að fækka, en þetta reynst vel, en hún væri með þetta skoðunar að fjölga skiptum. Þannig að bara svona svo við vitum, svona eins og oft spurt hvernig eru aðrir að gera þetta, og eins og við þekkjum náttúrulega Alþingi má fólk náttúrulega koma ótakmarkað oft upp, en þar eru ströng tímamörk. Þannig að ég held að þessar tillögur mínar séu bara svona ágætis svona meðalvegur, hinn gullni meðalvegur sem ég nú þekkt fyrir að fara. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra yfirferð á þeim breytingum sem verið að gera á þessari samþykkt. Ég vil einnig þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björku fyrir það að leggja fram þessa tillögu. Við ræddum þessa tillögu á minnihlutafundi í gær og náðum saman þar það að við myndum styðja þessa tillögu ef að ræðutími í 1. umræðu yrði óskertur, ótímabundinn. En getum að vel fallist á það að það sé skertur eða tímabundi ræðutími í næstu 3 skipti á eftir. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að gera þessa breytingu, alltént að gera tilraun og sjá hvernig þetta kemur út og hvort þetta breytir á einhvern hátt umræðunni hér í bæjarstjórn, sem ég held sé bara
alveg full ástæða til að láta reyna á. Þannig að ég styð þessa tillögu og vona að við getum náð saman alltímt að gera þessa tilraun til 1 árs, sjá hvernig gengur. Nú ef að þetta fyrirkomulega reynist algjörlega óhæft, nú þá verðum við bara að snúa tilbaka. Það ekkert flókið. En ég tel að við höfum ekki að vera svo heilög að við getum ekki breytt þessum reglum að þessu formi alltínt til reynslu. Nei, ég vil bara lýsa stuðningi mínum við þessa tillögu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Sko ég varðandi þessa tillögunar Sóleyju Bjarkar sem hún að vísu glemdi nú að lesa þetta upp fyrir okkur. Hún ætlaði held ég að bera það upp hérna en gerði nú ekki formlega. En hún var bara að senda bæjarfulltrúum þannig að við vorum nú búin að sjá þetta. Ég ekki alveg og við vorum eiginlega bara svona kannski yfir orðið viðsnúningur hjá minnihlutanum en á síðunum í tíma þá voru nú menn svona nokkuð á þeirri skoðun að þetta væri, það form sem er í dag hefði bara virkað ágætlega og það er okkar skoðun í minnihlutanum að það sé að virka ágætlega. Menn fá að ræða hlutina 2 sinnum í hverju umræðu. Ég aftur á móti, við höfum þá líka haft það hérna í bæjarstjórn að undir vissum málum hefur forseti leyft mönnum að koma oftar upp í ræðustól og ég er á því að það vanti kannski inn í reglurnar að bæta því inn að sem sagt, forseti hafi þessa heimild og ég er þá með breytingartillögu við þessa G-lið 16. greina sem að Sóley Björk bæjarfulltrúi var að koma að tala um. Varðandi ræðutíman og takmarkanir og tímalengdir þá er ég líka á því að það þurfa að breyta þessari grein 16h vegna þess að mér sýnist nú þegar ég fór að lesa þetta betur að þarna hafa menn í upphafi sett bara inn leiðbeiningar einhverjar sem voru þarna inn í þessi texti sem voru ekki beint þessar samþykktir okkar, þannig að ég held að það þurfi að koma þarna inn texti til þess að menn átti þessi betur á þessu hvað á að standa þarna. Þetta er mismunandi, ég var að skoða þetta er mismunandi af því að bæjarfulltrúi Sóley talaði að þetta væri hvað aðrir var að gera. Ég skoðaði þetta til að mynda hjá Hafnarfjarðarbæ, þær eru með tillögur svona svipaðar og bæjarfulltrúi Sóley ber upp. Kópavogsbær er með þá svipað tillögu eins og við erum með eða þessa samþykktir eins og við erum með. Bæjarfulltrúi Sóley talaði að það væri hérna ágætar umræður og það hefur ekki verið vandamál að mínum að það er ekki oft sem að Sóley hefur komið hérna út með útspil svona á síðustu metrunum þannig að menn hafa setið hér rauðir og skotig neistum í sætum sínum, það er sem hún er nú sem betur verið ekki þannig og þessi umræða hefur ekki þannig, ég finnst þetta bara pínlítið svo að segja, breytum bara breytingarna vegna, ég er ekki alveg að sjá það að þetta sé bein þörf á þessu. Þannig að ég í rauninni kem hérna með breytingartillögu á 16. grein G-liðar sem að frá útsendri samþykktum og það samþykkt sem bæjarstjóri kynnti hér áður og vil setja inn í lið 16 inn í aðra setningu í G-liðum að þar komi að forseti getur í umræðum umfangsmikil mál heimilað bæjarfulltrúum að taka ofta til máls og skal tilkynna það við upphaf umræðuna. Þetta hefur verið til dæmis praktíserað við umræðum gerð fjárhagsáætlunar. Mér finnst líka þannig að ef að bæjarfulltrúi sé fram á að það vera að taka mál sem honum finnst vera að þurfa meiri umræðu við, að hann geti óskað eftir því forseta bæjarstjórnar að það verði heimilað að menn taki ofta til máls. Þetta er tillaga sem ég legg hér fram fyrir hönd meirihlutans. Þannig hefur þetta verið praktíserað á okkur og ég held að það sé bara ágætt að setja þessa setningu inn til að skerpa á því. Varðandi ræðutíma og þessa 16. grein H-liðar sem að hljómaði svo skemmtilega áður að það stóð í samþykkt unnt að setja takmarkanir á ræðutíma, hægt að hafa mjög ítarlega og nákvæma útfærslu þar að lútandi en algengar að setja í samþykkt almenna heimild til takmörkuna, til dæmis forseti tillögur og svo framvegis. Þetta er greinlega bara eitthvað sem hefur á sínum tíma verið tekið beint upp úr leiðbeiningunum og gleymst að aðlaga að þessu samþykktum. Þannig að tillaga okkar er bara að þarna standi, ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa. Telji forseti umræðu dragast úr hófi fram, getur hann þó lagt fram dagskrártillögu að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðu verði lokið á tilteknum tíma eða umræðu með mál verði lokið þá þegar.
og svo myndi standa þarna áfram það sem stóð áður, hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíka tillögur. Bæjarstjórnin afgreiðir tillögur takmörkun umræðulaust. Þannig að þetta svona það sem stendur í þessari grein. Þannig ég sé, þarna í rauninni okkar tillaga bara svo að við höldum þessu óbreyttu. Við erum í rauninni að setja inn þarna tillögu það að í stærri málum þá sé forseta heimilt að leyfa mönnum að tala oftar og þarna erum við líka að setja inn að ræðutími hann í rauninni, það ekki takmarkanur ræðutíma bæjarfulltrúa og það kannski bara í rauninni svipað eins og verið að leggja til í tillögu Sóleyjar Bjarkar bæjarfulltrúa. Hún byrjar á því að segja að fyrsta umræðan ótakmarkað, þannig að menn geta talað þær eins og við vilja. Þannig ég held að sé pínu til að vera búið til eitthvað svona breytingar vegna. Að mínum mati. Mér finnst líka svolítið skemmtilegt að hún kom fram með það að þetta sé ágætt samræði hérna á milli fólks í bæjarstjórn og menn hafa nú yfirleitt ekki lent í einhverjum stórum málum og það hefur meira komið þannig fyrir að menn hafa bara beðið forseta hreinlega það að fá að koma í ræðustól ef það eitthvað sem þeir vildu gjarna ræða og það ekkit, mér finnst það líka bara forseti álíka að hafa þá heimild ef það eitthvað líkt en að vera að setja, sko, ég fór að hugsa bara þegar fyrir að líða nær kosningum og veist, 4 sinnum þetta og ég bara fór að hugsa, já þetta verður kannski bara dálítið langar og langdregnar umræður, kannski það gott en ég held bara að við bara getum verið markvissari með því að vera með þetta í þessu farvegi sem þetta í dag, það bara mín skoðun. Þannig ég sé ekkert að því og ég sett hérna í bæjarstjórn núna að verða hátt í 7 ár og þetta hefur ekki verið vandamál til þessa og það hefur enginn sett hérna rauður í sæti sínu eftir að ég búin að ljúka máli mínu. Nei, en þetta er bara mín skoðun og okkar skoðun hérna að þetta sé kannski ekki ástæða til að vera að breyta þessu og ganga þetta. Þannig að ég fór líka að hugsa bara því að bæjarfulltrúi Sólu kom inn á það að það gæti komið upp svo stað að hún gæti komið aftust eftir alltaf skili eftir í sætisinu með einhver ósvarað en það orðið alltaf langt ef allir var að tala 4 sinnum það svona kannski það er sjaldgæft að það kemur en tillagan er þessi og ég er búin að lesa hann upp og ber hana bara hér upp til og legg hana hér fram til atkvæðagreiðslu. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég nú svona skil ekki alveg, ég skil nú alveg tillöguna sem var að koma frá miðlutunni, ég hélt bara að forseti hefði þetta vald. Hann gæti lengt umræðuna með upphæð fundar og rætt við okkur eins og hann hefur alltaf gert, ég sé ekki alveg breytingum á því, en mér tölur mikil breyting til batnað með tillögu Sóleyjar Bjarkar. Það er erfitt að biðja, getur verið svolítið töff að biðja forseta að fá að taka aftur til máls að því að ég er að fara vill svara ykkur ámælum. Stundum er þetta bara misskilningur, það er ekkert málflutningur Sóleyjar Bjarkar einu skil sem ég hefur langað til að koma upp og svona aðeins að rétta af fókusinn. Mér hefði bara liðið bara betur með það ef ég geta gert það í smá stund og við erum að tala 1 til 2 mínútur. Þetta mun ekki lengja fundina úr hófi fram. Og mál eru misstór eftir persónu. Það getur öðrum mál, meirihlutanum finnist ykkur ákveðin mál stór og vilja hafa lengri mál þar og okkur getur bara fundist önnur mál vera bara miklu stærri. Og þá viljum við kannski koma þessu upp. Og það var um kosningar, ef við ætlum að vera með kosningaávarpenna þá getur bara gert það í upphæði fundar, upphæði ræðu og haldið 3 tíma kosningaræðu. Það ótakmarkaður tími þar. Þannig að það er ekki, menn kom ekki upp 4 sinnum bara til að halda eitthvað kosningaávarp. Ég held ekki. Þannig að ég held að það er ekki, við töfum ekkert á að prófa það til 1 árs. Það gæti einfalda umræðan oft og eftir fundi, maður geta klárað að tala sammála, ég sammála því þetta verður betri samræða. Og ef þetta getur verið til að fólk verður skýrari í því sem verður að segja og getur hugsanlega leiðrétt ákveðna misskilning sem hefur komið upp, þá hlýtur að vera til góðs. Ég styð þessu tillögu heils hugar, mér finnst þetta góð breyting. Og hann má líka þess vegna vera tímamörk í upphæði fyrir mér, sko. Ef þú getur ekki sagt það á 15 mínútum, sko, þá getur sannlega ekki sagt það, sko. En takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir, varaforseta, að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið.
Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég náttúrulega tek heilshugar undir það tillögu sem að Guðmundur Baldvin kom með en það kemur með það fram fyrir okkar hönd. Varðandi þetta gera hlé á fundum, mér minnir þetta sé 3 skipti af tæpa 50 skiptum sem við höfum haldið bæjarstjórnarfundi hérna. Og örugglega eitt af þeim hefur bara verið, þetta yfirleitt aldrei langar kannski eitt skiptið en ég svo sem alltaf geta, og við getum alveg sleppt í sko, þannig að það verði einhver hlé, við getum reynt að koma í veg fyrir það. Ég hef ekki litið á að það væri neitt vandamál, en augljóslega getur það horft öðruvísi við hjá öðrum. En mér finnst eins og með þessar tillögur, Prebinn segir, já, forseti getur þetta, það er alveg rétt, við vildum bara hafa það á blaði. Þú veist, að hafa þetta, að það sé sett fram og það standi einhvers staðar. Það var svona hugmyndin þarna líka, sko, ég hef ekki orðið var við það að það sé mikil óánægja með þessi 2 skipti fyrir þá bara núna, sko. Það hefur ekki verið mikil umræða það. Vissulega stundum hafa bæjarfulltrúar vilja taka ofta til máls, en þetta hefur ekki sett okkur í slæma stöðu svo ég veit til. Mér finnst þetta ekki, ég er hræddur að hitt fara að vera svolítið meira, ég veit ekki, svona, þú veist að fara að teygja svolítið meira á málunum sem er kannski ekki þörf á. Auðvitað í einhverju tilfellum og það er náttúrulega kannski stærri málum. Kannski þurfum við bara að koma okkur ofta saman það þegar við erum að taka. Þú veist, við tökum fjárhagsáætlun, aðalskipulag og svona stærri mál, en kannski með önnur mál þá er kannski ekki alltaf þörf á því að þurfa að fara 4 sinnum upp. Þú veist, við getum talað það að einhver bæjarfulltrúi væri 30 mínútur, svo var hann 15 mínútur, svo var hann 5 mínútur og svo aftur 5 mínútur. Ég meina, þetta gæti orðið ágætis dagskrá. Þetta geti verið nokkra klukkstunda fundur alveg og ef það á að vera þannig, ég held að það sé bara ekki þörf á því, sko. Það er mín skoðun. Þetta hefur verið svona undanfarin allavega 8 ár, síðan 2006 held ég. Og þess vegna styð ég heilshugar þær tillögur sem að Guðmundur Baldvin las hérna upp áðan og þannig að en auðvitað höldum við áfram þessari umræðu. Það verður örugglega einhver orð á eftir mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þannig stundum sagt að við sjálfstæðismenn séum íhaldsmenn. Við erum bara engir íhaldsmenn. Mér finnst bara íhaldsmenn ekki ríða við einteyming hérna í dag. Ég bara skil ekki þessa afstöðu sem að kemur hérna fram með það að við skulum bara hafa þetta eins og þetta hefur verið af því að það er bara gott, af því bara. Hver segir þetta hafi verið svo gott? Ein ástæðan fyrir því að þessi tillaga kemur fram er að búa til öðruvísi samræðu hérna inni heldur en verið hefur. Ef að það er markmiðið sjálfur sér að tala sem lengst og sem mest fyrir kosningar, þá getum við komið hérna upp 2 sinnum í hvert mál, oftar ef við leggjum mál fram sjálf og þá myndum við náttúrulega bara leggja mál bara nógu oft fram til að koma sem oftast í pontu. Nú ef ég kem upp 2 undir málum annar, þá tala ég bara í 2-3 klukkutími hvort skipti. Málið dautt. Ég er bara komið hérna með fund til klukkan 12 á miðnætti án þess að nokkur geti við það ráðið í sjálfu sér. Mér finnst bara ekkert að því að við tökum hérna svona örlítið framsýna ákvörðunum að látum á það reyna hvort að þetta fyrirkomulag getur ekki bara komið sér vel fyrir bara bæjarstjórnina umræðina hérna og það áhorf sem er á þessa umræður. Það kemur bara oft fyrir, virðulegi forseti,
að maður situr hérna eftir og kemst ekki upp viljandi koma upp til að svara ákveðnum athugasemdum, ekki til að halda langar ræður, bara hreinlega til að svara, koma með komment. Og ég bara sé ekkert að því að gera þessa breytingu og ég bara skil ekki hvað hérna í gangi. Er það að því að það er bæjarfulltrúi minnihlutanum sem ber þetta fram sem gerir máli svona hrikalega erfitt? Ég bara fatti þetta ekki. Þau verður bara afsakað. Og ég bara legg það til að þetta verður bara skoðað fullri alvöru og einurð og menn leyfi sér að gera einhverja breytingu sem að gerir allavega eitthvað til þess að færa formi kannski aðeins upp á nútímalegra og virkara svið en nú er. Takk. Og þar með hef ég lokið máli mínu, ég er búinn að koma tvisvar. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég átti mig á því að það var ekki nógu skýrt hvernig ég las upp tillöguna mína, en ég ætla nú bara að byrja á því að lesa hana bara alveg upp fyrir ykkur. Ég sagði meira frá henni áðan. En sem sagt, tillaga mín við G-lið 16. greinar hljóðar svo að texti verði eftirfarandi. Hve oft má tala? Bæjarfulltrúi má tala 4 sinnum við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemdum fundarstjórn forseta. Bæjarstjóri, málshefjandi, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður mega þó tala oftar en 4 sinnum við hverja umræðu máls. Síðan er það hin tillaga mín sem er við H-lið 16. greinar. Hún hljóðar svo að texti verði eftirfarandi. Í fyrstu ræðu við hverju umræðu er ræðutími ótakmarkaður. Ræðutími í annarri ræðu má vera alltaf 15 mínútur og í 3. og 4. ræðu alltaf 5 mínútur. Hið sama gildir ræður bæjarstjóra. Forseti getur þó heimilað lengri ræðutíma við umræður fundarsköp eða fundarstjórn forseta. Forseta er heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki sé hægt að ræða þá fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælt er fyrir Einnig er forseta heimilt að rýmka ræðutíma bæjarfulltrúa ef sérstaklega stendur á og nauðsyn krefur. Ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skal liggja fyrir áður en umræða hefst. Við síðari umræðu fjárhagsáætlun og aðalskipulag Akureyrar skal ræðutími vera óbundinn. Bara þarna er þetta upplesi, eins og var sagt frá þá var nú búið að senda þetta í tölvupósti. Sko, það sem er þetta með hvernig þetta er núna, það sem að forseti getur í raun og veru ákveðið lengri ræðutíma, þetta sko og það er hægt að sækja það er raun og veru til forseta að fá að taka til máls til að bera af sér ávirðingar eða ræða fundarsköp. Sko, mér finnst bara miklu eðlilegra og mér finnst þetta svona pínu gamaldags eins og svo margt og gamaldags getur verið rosa sjarmerandi. En það sem er samt ósjarmerandi við margt sem er gamaldags, það er þetta svona valdastrúktúr eins og þarna að fá spyrja forseta má ég taka til máls og forseti segir bara já eða nei eftir því sem honum, þetta er svona geðþóttapínu, við ákveðum þetta bara fyrirfram hvernig þessar leikreglur eru og það er miklu eðlilegra og sanngjarnara og á bara að vera á hreinu og ekkert eitthvað eftir hvernig forseta svona líst á að hafa og ég mér finnst svolítið fyndið að bæjarfulltrúi Gunnar talaði íhaldsmennina í Sjálfstæðisflokknum sem er einmitt ekkert svo voðalega íhaldsamir alltaf og mér finnst alveg, en þú veist ég er samt ekki sjokkeruð yfir þessari íhaldssemi vegna þess að auðvitað gerir maður þessi grein fyrir því að maður stígur inn í pólitíkina og inn í stjórn, þetta er svona kerfi, þetta er svona stórt kerfi, þunglamalegt
og það ekkert sniðugt kannski að vera eitthvað svona að þeyta hlutum til og frá. Og þessi meirihluti má nú eiga það, nú gert hérna stjórnkerfisbreytingar sem eru bara miklar breytingar og hérna hér hefur starfsemi bæjarins bara pínu verið í uppnámi í dálítið langan tíma einmitt í gegnum það breytingaferli þegar var verið að hérna undirbúa það allt saman. En síðan sko, þess vegna ég líka pínu hissa sko, að síðan á að breyta hjá okkur þá bara nei, má ekki breyta neinu. Þá bara einhvern veginn frýs allt. Ég rosa hissa. Og ég bara vil biðla til ykkar að vera svona pínuhugrekkari. Þetta ekki að fara, sko, og þó að við værum með fundi hérna í 12, þá það bara að því að við höfum svo margt að segja. Og þá það bara það sem þarf. Ég meina, þetta eru 2 fundir í mánuð, okkur nú ekki of gott að sitja hérna fram yfir kvöldmat. Og ég vil bara endilega biðla til ykkar að já, og langa að segja ykkur líka, sko, þetta nefnilega hugmynd, ég ekkert viss að ég eigi hana endilega. Ég man ekkert hvað hún kom, en hún kom sem sagt þegar í fyrra vorum við að halda kvennafund, það var svona konur í bæjarstjórn fundi bara skipar konum. Og við hittumst á kaffhúsi og vorum svona að ræða hvað máli hvað við að gera stelpur, gerum við bara eitthvað, breytum einhverju, gerum eitthvað. Og þá kom einhverja hugmyndir alls konar en þessi hugmynd, það svona vinningin sem kom upp á allavega, já, styttu ræðutíman og gerum þetta meira svona samtala fjölgum. En síðan fjallum við frá því og mér fannst það alveg eðlilegt vegna þess að þar voru rökin þau að við ættum ekki svona að gera eitthvað svona að stela bæjarstjórnum og fara að breyta fundarsköpum þegar að helmingurinn af fólkinu sem að fara að vinna eftir fundarsköpunum ekki til staðar. Og ég gat alveg sagt mig við það var alveg ekki sanngjarnt að fara að breyta svona miklu á þessa helmingurinn. En kannski þetta líka, sýnir okkur, íhaldssemina, að nú eru konur bara konur til jafns við karla nánast, bara inn í kerfinu. Við erum nú að fara að gera breytingar og nefndum líka, þar held ég að sé örugglega hugað að kynna sjónarmiðum og konur eru bara svolítið konnar sko og ég kannski pínu hissa líka ef að konurnar sem að sitja greiði ekki atkvæði með þessari tillögu. En það svo margt að vera hissa yfir og ég ætla ekki að vera að blammera neitt og en ég vil bara í alvörunni ég búin að færa góð rök fyrir þessu, ég meina og eins og forseti tók undir nokkru fundir, ég meina 350, það alveg 6%. Ég ætla að taka við keflinu að Njáli Trausta og fara að ræða prósentur aðeins meira. Og það sem við höfum þurft að gera hlé á fundurum, ekki það að það sé endilega vandamál í sjálfu sér, en það sýnir bara okkur samt að það ekki grundvöllur til umræðu og 4 skipti kannski ekkert nóg til þess að fara að ræða mál bara út í hörgul í afsakið, vetrar að ræða mál til hörgul en sko það samt ég held þetta getur ekki verið versnað og mér finnst líka sko að því bara engin rök og að því þetta hefur aldrei hefur ekki verið neitt vandamál, þetta bara víst verið vandamál, ég búin að benda á það en þú veist, ekki þetta risastórt vandamál ekki allt í upplausn út af þessu en þarf það að vera þannig og svo það líka þannig að það getur bara verið ótrúlega auðvelt að segja, já, ég búin að vera í 25 ár, það var bara aldrei verið neinn vandamál því að maður bara gleymir vandamálum, þetta minnir við pínu á geðlæknir sem skrifa stundum í Fréttablaðið og var eitthvað að tala um hann var að tala um áfalla stuðning hvað þetta áfallahjálp og það hefur bara aldrei verið neitt vandamál fólk hafi ekki fengið áfall nei því að fólki sem bara sko dó í kjölfar sko og jafnvel tók líf sitt í kjölfar áfalla það var ekki þarna til þess að skapa vandamál ég bara segja að það stundur bara auðveldara að segja að það ekki vandamál heldur en að benda á vandamál en mér finnst ég samt hafa benda á ákveðin vandamál og sem að þessar tillögur geta bætt úr og eins og ég segi, þetta ekki róttækt, þetta ekki einu sinni sko, þetta ekki allt sem ég langaði að leggja fram ég að reyna að vera hófstillt og taka eitt skref í einu því að það líka rosa gott sko en þú veist, að standa bara alltaf kjur frosin í sömu sporunum, það bara kann ekki góður lukka stýra og síðan þegar vandamáli verða svo aðkallandi
að nú bara verður að fara að gera breytingar og þá bara verður að gera svo mikið af breytingum og það verður bara ógnarstórt og ógnvænlegt. Ég held að við ættum að reyna að fylgja og vera í takt við tímann og gera breytingar jafn óðum skynsamlega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, þið eru kannski að fara að upplifa fyrstu 2 tíma ræðuna mína. Nei, ég bara biði ykkur bæjarfulltrúar meirihlutans allan að íhuga málið og skoða þetta því að umræða það að þetta lengi umræðuna finnst mér ekki alveg sanngjarnt. Ég held að þetta geti akkurat það þveröfug áhrif. Hún getur akkurat stytt umræðuna. Ég held að getur oft komið fyrir að bæjarfulltrúar eru hérna í stóli í seinni umræðinu og þeir eru að tala hægt mun eftir nákvæmlega hvað þeir ætla að segja. Þú getur bara farið niður og komið svo upp aftur og sagt að þau eru mannstað. Þurfum ekki að hanga hérna upp í stól í 10 mínútur þegar meira með að reyna að rifja það upp. Það getur náttúrulega ekki stytt umræðuna töluvert ef þú veist þú mátt koma aftur þegar þú mannstað. Þetta er ekki eins alvarleg breytingar sem menn halda að þetta sé. Hún getur leitt til góðs. Þó er sér bara stundum gaman að stíga aðeins út fyrir og prófa eitthvað nýtt. Og það versta sem myndi gerast, þetta fara allt í böndunum og við myndum bara breyta þessu tilbaka aftur. Ég mitt bara ekkert að því að forseti gerir bara fundalíð þegar það þarf og rói umræðan ef hann er komin á þann stað. Og ég man eftir að hann har gert þetta tvisvar og það var bara á góðri ástæðu og hann getur haldið því áfram. Og kannski þannig að gera það oftar þegar við meðum komið 4 sinni. Það getur verið svolítið fjör. En takk fyrir, ég skora okkur að skoða þetta. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson er búinn með 2 tíma umræðu sína. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Annars vegar tillögur bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur varðandi breytingar á G-lið. Tillagan er hve oft má tala. Bæjarfulltrúi má tala 4 sinnum við hverja umræðu máls. Heimild er þó að bæjarfulltrúi að taka ofta til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutt og athugasemd við fundarstjórn forseta. Bæjarstjóri, málhefjandi, flutningsmaður tillögu og framsögumaður talsmaður flutningsmanna mega þó tala oftar en 4 sinnum við hverja umræðu máls. Þessi geta samþykkt það eins og gefi merki. Sem eru á móti eins og gefi merki. Þá er það 16. grein H-liður. Tillaga bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur. Í fyrstu ræðu fyrir hverja umræðu má ræðutími vera allt að 15 mínútur. Í fyrstu ræðu málshefjanda, flutningsmanna, tillögu eða framsögumanna, talsmanna flutningsmanna má ræðutími vera allt að 30 mínútur. Ræðutími annarra og þriðju. Já, þetta er náttúrulega gengur aldrei. Þetta er sossi. Já, þetta er sem sagt. Nú, var þetta ekki H-liðurinn eða? Ok. Heru, þá er ég ekki með rétta tillögu af fundargáttinu. Já, ég sendi hérna í tölvupósti nýri. Já, þá skal ég bara. En það fellur líka sjálft sig að fyrst það er verið að samþykkja þetta, þá erum við ekki bara að setja takmarkana á ræðutími fyrir þjóðaræði. Þá skulum við bara taka fyrir það tillögu sem að Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi las upp í pontu H-lið. Þessi geta samþykkt það, að gefi merki. Sem er á móti það eru. Þá er það tillögu sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin las upp á G-lið. Forseti getur í umræðum umfangsmikil mál heimila bæjarfulltrúa að taka ofta til máls og skal tilkynna það við upphafið umræðna. Þessi geta samþykkt það að gefi merki. Það eru 8, 9, nei 8 fyrirgefið. Þá er það einhver á móti. Það er 1, 2 sitja hjá.
Þá er það grein H. Ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa. Telji forseti umræðu dragast úr hófi fram eftir að hafa lagt fram að dagskrártillögum að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðunni verður lokið til tíma eða umræðum mál verður lokið þá þegar. Sem geta samþykkt það eins og gefið merki. Getur sagt þetta aftur? 16. grein H-liður, ræðutími. Ekki eru takmarkanir á ræðutíma bæjarfulltrúa. Telji forseti umræðu dragast úr hófi getur hann lagt fram að dagskrártillögum að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verið lokið á tilteknum tíma eða umræðum mál verið lokið þá þegar. Þessi geta sagt þetta eins og gefið merki. Sem er á móti. 3. 2 sitja hjá. Það eru 3 á móti, 2 sitja hjá. Þá er það tillögur ég ber þá fram samþykktan með áorðnum breytingum til þess að geta samþykkt þær eins og gefið merki. 6. Þeir sem eru á móti. 5 sitja hjá. Þá er það 3. dagskrárliður. Bæjarstjórn samþykkir með 6 samhljóða atkvæðum, með 6 atkvæðum fyrir ekki og vísar tillöguna ásamt samþykktum breytingum til seinni umræðu í bæjarstjórn. Það er sú bókun sem er undir þessu lið. Þá er það 3. liður samþykktir fastanefna. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru nýjar tillögur að samþykktum fyrir fastanefndir vegna breyting á stjórnsýslunni og vegna þess að það var verið meðal annars að sameina nefndir í ný ráð og það sama gildir samþykktina fyrir nýju fasta nefndirnar nýju ráðin að það er ákveðnar tiltektir sem þarf að fara í gegnum líka og ég ætla bara að renna í gegnum helstu breytingar, ekki að fara í gegnum allar samþykktirnar og allar greinarnar. Fyrst varandi alla heildina, þá er svona tiltekt og samræming á orðalagi til þess að þetta hljómi nú allt saman eins á milli ráða. Því það hefur gerst að við höfum tekið fyrir samþykktir ákveðna ráða og ekki látið að vera samhljóma á milli og sumar hafa ekki tekið neinum breytingum í langan tíma, þannig að það er að setja eftir, við getum orðað þannig. Nú það er fyrir að laga númer, það er laganúmer sem eru tilvitnanir í þess að lög hafa breyst. Við höfum líka lagfært það og átt aðeins við þau, þar sem að bara vera vitnað í rétt lög og síðan ákvæði sem ég nefndi aðeins hérna í umræðan áðan, þar sem kveður á samráð ráðningu sviðsstjóra og annara stjórnenda. Það á við í öllum samþykktum fyrir ráðin. Nú síðan er það varðandi frístundaráð og umhverfis- og mannvirkjaráð. Þetta eru nýjar samþykktir fyrir þessi 2 ráð, enda hafa verkefnin sem tilheyrðu samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði annars vegar og fara til frístundaráðs eða verða frístundaráði og hins vegar þá framkvæmdaráð, stjórn, fasteigna og umhverfisráð sem verða umhverfis- og mannvirkjaráð. Nú varðandi fræðsluráði að þar er nýtt verkefni sem bætist við og kemur undir samþykktina, það er að skólaþjónusta, leik og grunnskóla flyst yfir til fræðsluráðs og það breytist texti í samræmi við það, enda líka þar breyting á lögum. Nú það er breyting á heiti ráðsins og eins breyting á starfsheiti yfirmanns. Í skipulagsráði þar er breyting á heiti ráðsins frá nefnd yfir í ráð og eins líka breyting á starfsheiti yfirmanns. Í velferðarráði þá er þar breyting varðandi sérstakar húsaleigustuðning sem verður til í stað húsaleigubóta eins og var talað í samþykktunum og þar er einnig breyting á starfsheitum yfirmanna. Nú í bæjarráði þar er breyting á starfsheitum yfirmanna og síðan er sett inn ákvæði sem samráð varðandi ráðningar deildastjóra til samræmis við aðrar samþykktir. Ég vona að þetta svona upplýsi bæjarfulltrúa eða svona
taki þetta ágætlega saman, en það heldur sér ekki ástæð til þess að fara yfir þetta lið fyrir lið á öðru leyti. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú ætla ég að tala um setuna. Ég ætla að tala lengi um setuna. Nei, ég skal nú hlífa ykkur við því. Hérna til umræðu eru nokkra samþykti fyrir ráð og ný ráð og breytingar á þeim. Það reyndar ekki rétt sem kom hérna fram hjá bæjarstjóra rétt áðan að það sé í raun nýtt verkefni hjá skólanefnd eða fræðsluráði að fylgjast með og hafa eftirlit með sérfræðiþjónustu skóla, heldur er bara fyrst og fremst breytingu á nafngiftina að ræða. Þó að þetta hafi verið staðsett á fjölskyldudeild og heyrt undir velferðarráð þannig, þá var skólanefnd með ábyrgðina á þessu verkefni alla tíð, því það var lögum samkvæmt og því var ekki hægt að breyta. En nú er verkefni flutt hins vegar undir skóladeild og þar með heyri verkstjórnin öll undir fræðsluráð eins og það lítur út í dag. Annað sem ég vil fagna í þessum breytingum er það að atvinnumálanefndin er lögð niður og atvinnumálin ferð aftur inn á Akureyrarstofu. Ég nefndi það í umræðum þegar atvinnumálanefndin var sett á fót hér fyrir sennilega tæpum 2 árum. Mér finnst þetta gönuhlaup og þetta myndi ekki þjóna þeim tilgangi sem menn ætluðu og ég held að það er nú bara hreinlega reynst rétt. Hins vegar hef ég áhyggjur af því að atvinnumálafulltrúi er núna enginn og það er ekki búið að taka mér vitanlega neina ákvörðun um það hvar þessi mál verða staðsett í stjórnkerfinu eða til hliðar við það. Það verður sjálfur sér ágætt að fá bara umræðu um það annað hér eða síðar hvernig menn sjá það fyrir sér. Ég held hins vegar að þetta sé bara gæfuskref að stíga þetta spor og ég tel að það er stjórnkerfisbreytingar sem við erum að staðfesta í raun að vera hérna með þessum samþykktum fyrir nefndirnar eða ráðinn séu líka á margan hátt gæfuskref að því leytinu til að nú eru þetta stærri ráð hafa yfir að ráða meiri og fleiri málum og ég held sé hollt fyrir öll ráð að þurfa að horfa vítt á sitt svið þannig að þau þurfa að taka tillit til fleiri en eins málaflokks. Þannig ég gerir bara ráð fyrir því að þetta muni allt saman ganga upp. Við erum búin að fara í saumana á þessum samþykktum og ég held að þær séu nú bara vel unnar og þakka starfsmönnum fyrir það og ég bara treysti því að okkur tækist að vinna vel úr því sem hér er lagt fram og ger ekki athugasemdir við það að öðru leyti. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú bara koma hérna upp til þess að lýsa ánægju minni með það að við skulum vera að samþykkja þessar samþykki fyrir þá ný ráð og lagfæra þá samþykkina hjá okkur. Þetta var eitt af því sem að meirihluti lagði mikla áherslu á það að efla og bæta stjórnsýsluna okkar og ég hef trú á því og vænti þess að þessar breytingar verði okkur til góðs. En það er að sjálfsögðu okkar hlutverk sem eru hér bæjarfulltrúar og þá náttúrulega með starfsmönnum að fylgjast með að þetta gangi eftir. Þetta er spennandi tækifæri sem við stöndum frammi fyrir. Það er verið að gera breytingar og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi hér atvinnumálin að það er eitt af því sem að menn hljóta að taka fyrir í Akureyrarstofu og þá með nýjum sviðsstjóra þar hvernig menn ætla að tækla það mál og það voru uppi ákveðna hugmyndi frá fráfarandi atvinnumálanefnd hvernig það skyldi gert. Þannig ég hef trú á því að menn finni þessu réttan farveg og við höldum áfram að vinna á þeim vettvangi eins og öllu því sem snýr að málefnum Akureyrarstofu. Þannig ég bara fagna því að þetta sé komið til samþykktar og frágangs í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu.
bæjarfulltrúi. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir varaforseta að taka við stjórnarfundarins, gefa hann orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna því eins og aðrir sem hafa komið upp að þetta sé komið hér og við séum að klára þetta mál. Varðandi fyrir ummæli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar, þá ég svo sem ekki sammála því að þetta hefur verið eitthvað framhlaup eða svoleiðis. Ég ætla svo sem ekki að rífast það, en ég meina við erum ekki að fara að ráða 4. atvinnumálafulltrúan sem akkurat núna. Það á að finna þessum verkefnum farveg innan Akureyrarstofu og í samráði við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar. Og það er markmiðið og raun og veru bara biðin eftir nýjum sviðsstjóra og fara þá yfir þetta mál með þeim, hvernig við getum tekið á þessum málum. Hlutirnir eru í ákveðnu farvegi og vonandi getum við leyst þetta sem fyrst. Ég sem fyrrverandi formaður atvinnumálanefndar hefur beðið að koma til fundar við stjórn Akureyrarstofu til að fara yfir þau mál sem atvinnumálafulltrúi var að vinna í og ég mun gera það væntanlega á næsta eða þarnæsta fundi hjá þeim. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og vil ég biðja forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kast sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 4. dagskrárliður, kosning nefnda 2014-2018. Kosning í nýja nefndir í samræmi við samþykkti breytingar á stjórnsýslu Akureyrarbæjar. Þá er það 1. liður frístundaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Fram kom listi með nöfnum þessara aðalmanna: Silja Björk Baldursdóttir, formaður, Óskar Ingi Sigurðsson, varaformaður, Arnar Þór Jóhannesson, Jónas Björgvin Sigurbjörnsson og Þórunn Sif Harðardóttir og Vilberg Helgason áheyrnarfulltrúi. Og varamenn: Anna Hildur Guðmundsdóttir, Sigríður Bergvinsdóttir, Ólína Freystinsdóttir, Áshildur Hlín Valtýsdóttir og Elías Gunnar Þorbjörnsson og Alfa Dröfn Jóhannesdóttir var áheyrnarfulltrúi. Þar sem ekki komið fram fleiri nöfn en kjósa á, lýsi ég þetta fólk rétt kjörið. Annar liður, umhverfis- og mannvirkjaráð, 5 aðalmenn og 5 til vara. Framkomin listi með nöfnum þessara aðalmanna: Ingibjörg Ólöf Ísaksen, formaður, Eiríkur Jónsson, varaformaður, Sæbjörg Silvía Kristinsdóttir, Gunnar Gíslason og Þorsteinn Hlynur Jónsson. Áheyrnarfulltrúi er Hermann Ingi Arason og varamenn: Óskar Ingi Sigurðsson, Jóhann Jónsson, Matthías Rögnvaldsson, Jón Orri Guðjónsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Sóli Björk Stefánsdóttir var áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki komið fram fleiri nöfn en kjósa á, lýsi þetta fólk rétt kjörið. Jafnframt er gerð breyting á heitum nefnda í samræmi við samþykkti breytingar á stjórnsýslu Akureyrarbæjar. Skólanefnd verður fræðsluráð og skipulagsnefnd verður skipulagsráð. Þessi geta samþykkt af eins og þess gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 5. liður, bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í nefndum 2014-2018. Lögðu fram tillaga D-lista breytingar og skipan varamann í fræðsluráð og stjórn Akureyrarstofu. Anna Rósa Magnúsdóttir tekur sæti varafulltrúa í fræðsluráði í stað Gunnars Gíslasonar. Þórhallur Jónsson tekur sæti varafulltrúa í stjórn Akureyrarstofu í stað Hönnu Daggar Marjónsdóttir. Lögðu fram tillaga S-lista breytingar og skipan varamanns í fræðsluráð. Þorlákur Axel Jónsson tekur sæti varafulltrúa í stað Péturs Mark Þorsteinssonar. Lögðu fram tillaga V-lista breytingar og skipan varamanns í velferðarráð. Árný Ingveldur Brynjarsdóttir tekur sæti varamanns í stað Olgu Maríu Jósefsdóttir. Lögðu fram tillaga frá V-lista að Edvard H. Hæbens
komið tilbaka úr tímabundnu leyfi frá störfum og varabæjarfulltrúa frá og með 1. janúar 2017. Edvard tekur jafnframt aftur við sem aðalmaður í skipulagsráði og Vilberg Helgason tekur aftur sig við sem varamaður í skipulagsráði frá sama tíma. Lögðu fram tillaga S-lista breytingar á skipan aðalmanns og varamanns í stjórn Hafnasamlags Norðurlands. Ólína Freystinsdóttir tekur sæti aðalmanns í stað Lindu Maríu Ráskeirsdóttir og Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti varamanns í stað Sigríðar Huldar Jónsdóttir. Lögðu fram tillaga D-lista breytingar á skipan varamanns á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Baldvin Valdimarsson tekur sæti sem varamaður í stað Njáls Trausta Friðbertssonar. Lögðu fram tillaga frá D-lista breytingar á skipan varamann á aðalfund Eyþings. Baldvin Valdimarsson og Sigurjón Jóhannesson taka sæti varamanns í stað Bergþóru Þórðardóttur og Njáls Trausta Friðbertssonar. Einhverjar athugasemdir við þetta? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Vinsælst gefumerki þessi geta samþykkt. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 7. dagskrárliður, álagning gjalda, fasteignagjöld 2017. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram tillaga álagningu fasteignagjalda 2017 sem tekið var fyrir í bæjarráði 22. desember og vísað til staðfestinga hér í bæjarstjórn. Hér er ekki að ræða breytingar á fasteignagjöldum sem slíkum, að öðru leyti því að við erum að hækka vatnsgjald og fráveitugjöld sem að renna til Norðurorku og hækkunin nemur 3,5%. Annars eru álagningarprósentur í fasteignagjöldum óbreyttar frá fyrra ári. Þetta er lagt fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sín. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég skal kannski rétt að nefna það eins í þessu sambandi. Við erum í ákveðinni samkeppni hérna við nágranna sveitarfélögin á vissum sviðum. Og eitt er það að fasteignagjöld eru til dæmis mun lægri á atvinnuhúsnæði hér í nágranna sveitarfélögunum sem munar töluverðu miðað við það sem er hér á Akureyri. Mér finnst þetta býsna athyglisvert í ljósi þess að við náttúrulega viljum byggja upp atvinnustarfsemi hér á Akureyri, en við vitum að því að nú þegar er allavega eitt fyrirtæki hefur flutt sig yfir til Hörgársveitar, meðal annars hugsanlega vegna þessa, og þá má veltaði fyrir sér hvort að önnur fyrirtæki jafnvel velti þessu möguleika fyrir sér í framtíðinni ef framheldur sem horfir. Þetta er bara svona rétt umhugsunar efni fyrir okkur því að við erum með 1,65% í álagningu og meðan að þessi sveitarfélög eru með 1,2%. Þetta munar þegar fram í sækir. En ég er ekki með þessu að koma hér með tillögum breytingu á álagningunni. Ég held við þurfum allavega að halda vöku okkar gagnvart þessu efni með tilliti til þessara staðreynda sem ég nefndi hérna áðan. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tekið undir þetta sem bæjarfulltrúi Gunnar kemur inn á. Þetta er áhyggjuefni og við þurfum eitthvað að væntanlega skoða, ekki væntanlega við þurfum að skoða þetta, hvernig þetta er hér í nágranna sveitarfélögum í kringum okkur. Og það er kannski eitt af því bara sem við höfum þá líka verið í þessu umræðu bara þetta svæði. Af hverju erum við með þetta í mörgum sveitarfélögum? Af hverju erum við ekki með þetta eitt sveitarfélag? Og nægðum þar örugglega fram hagræðingu í rekstri okkar. Það sem kannski hefur verið að bíta okkur á síðustu árunum, það að við náttúrulega höfum verið með þessi gjöld óbreytt vegna þess að reksturinn hefur verið þungur og erfiður og við höfum kannski ekki haft svigrúm til að lækka þetta. En ég er alveg sammála því sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þetta er áhyggjuefni og við þurfum kannski að velta þessu betur fyrir okkur en eins og hann kom framkomi málegast, þá er hann ekki að leggja til hennar breytingartillögu, en þetta er samt svona eitthvað sem við þurfum að vera vakandi yfir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar.
Fasteignagjöld náttúrulega bara einn af skottunum sem við erum með og sjálfsögum höfum að hafa þau ef það er tekjulindir sem bærinn þarf. En það einn hópur, einn hluti af fasteignum sem sem mér finnst mætti hækka töluvert á. Það eru fasteignir sem í eigu annarra heldur en bæjarbúa, sem búa ekki í samfélaginu. Og þetta töluvert vaxandi vandamál og þetta ekki einfalt, ég gerir mig algjörlega grein fyrir því og það þarf einhverja sérstaka heimildir svo ég fekk nú upp hjá bæjarstjóra til þess að setja á hærri fasteignagjöld á íbúðir sem eru svona orlofsíbúðir fyrir meira fólk, ekki annars staðar á landinu eða öðrum sveitarfélögum. Jafnvel brottflótta Akureyringa og annað. Ef ég held ég sem farið með rétt mál þá gerði Stykkishólmar og það sveitarfélag þar í kring þeir beittu þeirri aðferð þeir settu fasteignagjöldin í botn og lækkuðu örlítið útsvarið til móts við þennan kostnað. Þannig að þessu fenguðu þarna upp á móti og hugsanlega þetta að gera þetta með sorphirðugjaldinu eða eitthvað setja það bara enn hærra þar sem maður borgar fyrir hvert einasta hús og svo lækkar útsvarið örlítið á móti. Eða einhver annar tekjustoð sem við getum hækkað hærra. Þetta kannski, við erum kannski komin 1000 brot úr prósentu, ég veit ekki hvað sem þarf að gera. En þetta leið og ég held að menn ætti bara að skoða hana. Því þetta ógnar svolítið samfélaginu þegar mikið af húsum á besta staði í bænum standa tóm. Og þetta getur skekkt líka verulega þegar við erum í uppbyggingu varðandi skólahverfi og annað. Kannski þetta einn af hlutunum að það er ekki vinsælt fyrir að eiga íbúð á eyrinni fyrir að stutta að labba í bæinn, búir annars staðar frá, en okkur gengur ekkert að endurnýja eyrinni því það kannski ekkert allar íbúðir lausar. Þetta getur orðið ógn. Og þá þurfum við að fá okkur að tekjur á móti af þessum íbúðum og þá kannski einn leið að hækka einhverstaðar tekjustofnana sem eru þá í kring og fasteignar og lækka pínlítið útsvara á móti þannig að bæjarbúar finn ekki fyrir því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimárson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Alltaf gaman þegar bæjarfulltrúi Brynjar kemur hérna og segir eitthvað skemmtilegt. Við þurfum samt að passa okkur vel til. Ef ég maður rétt að þá getur það skaða verulega framlög okkar og jöfnunarsjóði ef við lækkum útsvarið. Þannig að ég held að hugmyndirnar hjá bæjarfulltrúa Brynjar sé mjög góðar en kannski leiðin ekki alveg jafn góð og við ættum kannski að stíga svolítið varlega til jarðar þegar við ætlum að gera einhverjar svona kerfisbreytingar. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimárson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huldu Jónsdóttur varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek alveg undir það sem að bæði, raun og veru sem allir ræðumenn hafa sagt og það sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn og Preben og Baldvin, að við eigum að sjálfsögðu að skoða þetta vegna þess að það ákveðin ógn í því hvað það sem sagt, við erum í samkeppni, við viljum að sjálfsögðu hér sé við höfum alltaf verið að skoða leiði til þess að ná í meiri tekjur á þess að það bitni á hvort sem það þessi tekjumódeli eða bitni á eldri borgurum, þú veist, hækkun á fasteignaskatti, lágar tekjur og það eru alls konar svona hluti sem þarf að taka tillit til en við höfum að sjálfsögðu að vera tilbúin að skoða þetta og við höfum bara að vinna harðar að því þar sem við höfum verið að ræða að við náum upp nánara samstarfi og helst einhverju sameiningu við sveitarfélögin í kringum okkur vegna þess að það gerir okkur bara enn sterkari öll saman. Það rosalega erfitt þegar fyrirtæki velja það að fara hér út úr bænum að þau fyrst fasteignaskattur svo áður, þetta skiptir þau máli en öll þjónustan hugsanlega hér og öll þjónustan og öll viðskiptin koma hérðan
og við þurfum þar að leiðandi finna einhverja leiðir, hvaða leiðir verða, en við erum að sjálfsögðu að taka umræðu það, en ég er ekki að leggja til neina breytingar á því sem liggur hér fyrir, heldur að mun ég samþykkja það, en við eigum að taka umræðu hitt, finna leiðir, að því við erum náttúrulega sjálfsögðu í samkeppni. Við erum bara í samkeppni viðskiptavini og við þurfum að finna leiðir til þess að geta verið öflugri í þessari samkeppni. Við höfum allt til alls. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur í stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bara fyrst við erum komin í þessa umræðu samkeppnishæfi og svona, þá langar mig að leggja það til að ég veit að það var gert hérna allavega árið 2004, þá var samkeppnishæfi Akureyrarbæjar skoðað miðað við önnur sveitafélög á gagnvart fyrirtækjum. Þá var skoðað til dæmis fasteignaverð og hvað rafmagnskostnaður væri, vatnskostnaður og bara allt sem tengist því að hafa fyrirtæki staðsett hér á Akureyri. Að mér vitandi hefur þetta ekki verið unnið síðan þá og líklega ekki heldur að atvinnuþróunarfélaginu eftir upplýsingum sem bæjarfulltrúi Baldvin hefur gefið mér. En mér finnst þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að vita það hvar við stöndum með við önnur sveitafélög, ekki bara með fasteignaskattin, heldur með allt það sem tengist því að reka fyrirtæki hérna á Akureyri. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Þetta getur verið svona mál sem maður langar að koma upp kannski 4 sinnum. Svara svona stutt eins og bæjarfulltrúi Baldvin kom. Ég átta mig alveg á því að útsvar hefur áhrif á jöfnunarsjóð, þó ég skilji ekkert í hvernig jöfnunarsjóð virkar yfir höfuð, svona almennt, og þú getur notið seinni umræðu tíman til að fara í gegnum það saman og útskýrt það, að taka tíma umræðu því, en ég á eiginlega bara á við það að við þurfum að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Það eru aðrar leiðir. Ef við til að viljum ekki hækka þessi gjöld og kannski borga niður bara leikskólagjöld eða hjálpa barnafólki mest eða einhverjar svona leiðir, þó ég sé ekki endilega að segja við erum að gera það. En við þurfum að finna einhvern veginn hvernig við getum náð tekjum af þessum húsnæðum sem eru ekki að skapa tekjur á annan hátt. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við núna erum að ræða hér fasteignagjöld og meiri skattlækningu, en það sem að vekur athygli mína þegar ég er að bera saman akkúrat nágranna sveitarfélögin, að þá erum við kannski hæstir í fasteignagjöldum og atvinnuhúsnæði, en samt eru nágranna sveitarfélögin þau eru aðeins herri þegar við kemur að íbúðarhúsnæði. Og þá kemur akkúrat stóra málið, það er náttúrulega líka bara fasteignamatið. Og það er til dæmis gaman velta fyrir sér fasteignamati á húsnæði sem stendur yst hér í byggðin okkar og versus þá fasteignamati á húsnæði sem stendur hinum yfir lækinn í Hörgársveit. En það er náttúrulega fasteignamati sem ræður náttúrulega mest það hvað þú átt að borga mikið í skatt. Þannig að það munar töluvert miklu hvort matið sem slíkt. Þannig að það er líka eitt af þessum sem maður líka veltir við sér, hvernig meta menn fasteignir sem eru norðan við til að mynda Lónsána versus það sem eru sunnan við Lónsána. Það er líka stórt mál. Og ég er mjög hrifinn af þessari tillögu sem bæjarfulltrúi Eva kom með og ég held að það væri sem menn ætti að taka upp í Akureyrarstofu. Og akkúrat það sem forseti bæjarstjórnar var að tala hér áðan, varðandi atvinnuþróunarfélagið, verkefni þeir sem voru í atvinnumálanefnd, þau eru að fara yfir að þetta sé eitt af þessum sem væri mjög skemmtilegt að skoða. Og taka upp þessa skýrslu frá 2004 og velta því fyrir sig hvernig stöndum við núna. En þetta er bara mál sem við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem ekki
fleiri á hvert sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þessi geta samþykkt framlagða tillögu þessi gefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það eru 7. liður álagning gjalda fasteignagjald 2017 reglur afslátt. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þarna eru tillögur afslátt til eldri borgara sem voru lagðar fyrir bæjaráði 22. desember og vísa til staðfestingar hér í bæjarstjórn. Þetta eru óverulega breytingar. Tekjutengdur afsláttur, hann hefur verið hækkaður 6,5% sem í samræmi við meðaltalshækkun á fasteignamati og tekjumörkin eru eins var hækkuð 7,2% sem eru hækkun á meðallaunavísitölu milli ára. Þannig að við erum að gera lagfæringar á þessu fjárhæðum. Það kom til að bæjarráð samþykkti á sínum tíma þarna í 22. desember að fela fjármálastjóra að endurskoða reglur tekjumörk. Við gerðum fjárhagsáætlun 2018, við höfum verið að ræða þetta í bæjarráði, sem aldrei verið gert formlega en það var samþykkt á í bæjarráði að við myndum þá fá nýja reglur þessi tekjumörk. Við gerðum fjárhagsáætlun 2018 og þá er líka verið að velta fyrir sig að gera samanburð við önnur sveitarfélög hvernig menn að framkvæma þetta, þannig að við séum kannski, akkúrat við erum að tala um hér áður samkeppnishæfni og svo framvegis. Þannig að það verður fyrir næstu en þetta er lagt hér fram til staðfestingar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur kastið hljóðs, göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 8. liður búsetudeild gjaldskrár 2017. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér leggur fyrir breyting á gjaldskrá sem samþykkt var í velferðarráði 21. desember og svo vísað áfram til bæjarstjórnar frá bæjarráði 22. desember en tillagan er sú að velferðarráð leggur til hækkun gjalds fyrir heimsenda mat að hækkunni miðist við hækkun á innkaupsverði og hækki 4,8%. Að hækkun gjalds fyrir heimaþjónustu að hún hækki eins og launakostnaður 4,7% og jafnframt er velferðarráði og Jóni Hróa Finnssyni framkvæmdastjóra búsetudeildar falið að leita leiðum til að mæta þessari lækkun og teknum og sem sagt bæjarráð samþykkti þessa tillögu og vísaði áfram til bæjarstjórnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir að hafa tekið svona vel í þessar athugasemdir sem ég gerði þarna þegar við vorum að afgreiða gjaldskránar og ég held að þetta sé bara mun gæfilegra. Svo langar mig að segja eitthvað frá því að sko þegar ég fór einhvern veginn svona að skoða þetta mál betur í samhengi sem sagt þegar ég var að skoða þessar gjaldskrárpælingar að þá svona kemst ég að því að næring aldraðra sem að búa heima hjá sér eða í heimahúsum virðist vera og halda sérfræðinga fram bara heilmikið vandamál. Það er að segja að fólk ekki að nærast oft nú vel, sérstaklega fólk sem veikt. Það allt í lagi með fólk sem bara við fulla heilsu. Aldraðir ekkert allir einhverju sjúklingar. En hins vegar þá það þannig að fólk býr heima á sér og það það sem við viljum helst og það hefur náttúrulega verið stefna okkar og bara stefna inn í samfélagi held ég að fólk getur bara búið heima á sér eins lengi og mögulega getur og fari ekki inn á þessi öldrunarheimili nema þá að það þurfi virkilega hjúkrun. Og mikilvæg þáttur í þessu að fólk sé stutt til þess og það gert, ég meina það bara stutt á ýmsan hátt til þess að viðhalda góðri heilsu heima á sér. En það virðist sem svo að þegar kemur á næringu þá sé bara svona pottubrotinn
og það sýnist mér svona fagsamfélagið vera að átta sig betur og betur á. Og mér langar að segja ykkur frá og vitna hérna í samantekt frá málþingi sem var haldið, það var semst rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítalans í öldrunarfræðum og rannsóknarstofa í næringafræðum sem stóð fyrir málþingi þetta mál 7. október í haust. Og þar var semst verið að ræða hérna, næringu aldraðra svona í víðu samhengi. Og hérna, en ég ætla svona aðeins að segja ykkur frá því sem að mér finnst svona merkilegast í þessu og það þetta með að, að þetta vandamál sem vannæring aldraðra í heimahúsum virðist vera. Og það til dæmis var kona sem heitir Anne-Marie Beck sem dósent í næringafræði við Háskóla í Danmörku og sérfræðingur á sviði næringar og öldrunar. Hún sagði svona ýmislegt það hvernig rannsóknir hafa sýnt að væri hægt að gera fæði betra, bæði hvað varðar innihald og útlit. Og það sem ástæðan fyrir ég aðeins að segja ykkur frá þessu málþingi og svona því sem ég við að mér er engin sérfræðingur í þessu málefni og átti að vera það endilega, en hef svona áttum á því að þarna líklega eitthvað sem við þurfum að gera betur. Og ég vil bara segja ykkur að ég ætla svona aðeins að koma með leggja til tillögu. Það ekki þannig að ég vil ekki samþykkja þessar breytingar, því ég mun samþykkja þessar gjaldskrárbreytingar. Og en mér langar að leggja til svona tillögu að við gerum eitthvað meira í málinu og bið forseta að bera hana upp bara undir þessu lið en samt svona sérstaklega. Þannig að þó fólk vilji kannski ekki, ég svona aðeins farin að venjast því að fólk sé ekki alltaf til í að samþykkja tillögurnar mínar, en ég vona bara besta. Og en ég skildi svo fara að fólk vil ekki samþykkja þetta, þá geta standa ekki vegi fyrir því að við samþykkjum þessa gjaldskrá. En ég ætla að segja ykkur að áhersla til dæmis sem þessi Anne-Marie svona lagði var að að það væri svo ótrúlega mikilvægt vegna þess að það eru svo margar starfsstéttir sem að koma að umönnun aldraðra og veika aldraðra. Og þetta bæði sveitafélögin og þetta ríkið, þetta eru ýmsar stofnanir hjá sveitafélögum og hjá ríkinu, þannig að það ótrúlega mikilvægt að svona þeir sem aðilar sem koma taki höndum saman við að leysa málin og tryggja þessa grunnþarfir sem eru bara fæðuöryggi og mat og næring. Og þetta eins og náttúrulega oft ótrúlega mikil kostnaður fyrir heilbrigðiskerfi, eins og náttúrulega við þekkjum öll í þessari umræðu að styðja aldra fólki að búa heima því að það bara sparar mikið fjármagn að því að mun ódýrara að vera heima heldur en að vera á hjúkrunarheimili og þar með þetta og ef fólk stutt til þess að halda eftir þess að stutt til að halda betri heilsu þá náttúrulega bara spörum við innlagnir. Og það líka þarna kom fram og það var dósent í næringafræði við Háskóla Íslands sem benti á að þegar fólk kemur heim af sjúkra- eða hjúkrunarstofnunum þá sé bara ótrúlega lítið stuðningsnet og þá líka bara fyrir fagfólkið og umönnunaraðilar sem eru að koma þessu fólki að til þess að bregðast við ef það grunnur vannæringu eða vannæringu til staðar. Þannig að meðal annars talaði hún að það væri engar leiðbeiningar til mataræði eða næringu veikra aldraðra og fá úrræði fyrir þá sem að vilja grípa inn í þetta. Hún benti til dæmis á að það sé engin næringafræðingur í starfi í heimaþjónustu og heilsugæslu og heimsendur matur sem miðar við þarfir heilbrigðra aldraðra og líka viðmið Sjúkratrygginga Íslands miðist ekki við alþjóðlega viðurkennda staðla viðmiðum líkamsþyngdarstuðul til þess að aldraðir eigi rétt á niðurgreiðslu á næringardrykkjum. Þannig að ástæðan fyrir ég bara að lesa þetta upp aðeins fyrir ykkur þessa samantektir og þetta sem ég að fiska út úr þessu það að þetta ekkert sem bara hlýð öldrunarheimilin eiga að leysa eða heimaþjónustan og það svo ótrúlega mikilvægt og þess vegna legg ég til þessa tillögu sem að hljóðar svo: Bæjarstjórn óskar eftir því að velferðarráð Akureyrarbæjar hafi forgöngu stofnun starfshóps næringu aldraðra sem búa í heimahúsum. Markmið starfshópsins að greina stöðuna og koma með tillögur að umbótum. Í starfshópnum verði fulltrúar frá heilsugæslu, heimahjúkrun, öldrunarheimilum Akureyrar og öðrum sem á málum koma. Það er bara, ég taldi upp þessa aðila til þess að bara leggja áherslu á að það er mikilvægt
að þetta sé ekki bara eitthvað innan bæjarapparatsins, heldur sé þetta kerfi í heild sem að koma saman og greina stöðuna. En örugglega þarna fleiri heldur en ég nefndi og ég legg það í hendunar bara á velferðarráði að finna út úr því hverjir eiga að vera inn í þessu starfshóp. Ég bara vona að þið taki vel í þetta og að því mér finnst bara allt í lagi. Við tökum frumkvæðið í þessu, ég held að við höfum ekkert endilega að bíða eftir að ríki gera það. Þarna er þetta spurningu samvinnu og sameiginlegt átak og skoða málið í sameiningu og greina. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langaði bara aðeins að koma hér til að ræða þessa tillögu sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk kom með hérna í sambandi við næringu aldraðra sem er mjög þarft mál og klárlega eitt af þeim verkefnum sem að snýr að lýðheilsu og alltaf að koma betur og betur í ljós að næring aldraðra gæti verið betri en hún sérstaklega hjá fólki sem býr eitt heima og virðist hafa tilhneigingu til þess að borða mjög einhæfa mat. Það sem að mig langar bara til þess að hnykkja á er það að það er embætti landlæknis sem ber ábyrgð á forvörnum og lýðheilsu og það þeirra verkefni að halda utanum og vera stefnumótandi í lýðheilsumálum. Ég bara hef aðeins áhyggjur á því hvernig við römmum inn svona verkefni og þetta verður það þá hlutverk velferðarráðs að finna út úr því en lýðheilsa er svo rosalega stór málaflokkur og fjallar svo ótal margt í heilbrigði okkar og það er mjög margt sem að við getum verið að fjalla ekki bara mataræði aldraðra, þó það sé vissulega áhyggjuefni. Við höfum líka áhyggjuefni af því hversu mikil ofþyngd í öllum aldurshópum. Það er líka mál sem að þarf virkilega að taka á. Þannig að verkefni sem þetta, það verður, ég get ekki séð það fyrir mér öðruvísi en að verða unnið í samráði við hvort sem það heilsugæslan, heilsugæslan og hreinlega embætti landlæknis. Þannig að bara ítreka það að þetta er flókið en málið þarf sannarlega að skoða og ég veit að á heimasíðu ÖA eða öldrunarheimilina þar eru matseðlarnir og þeir eru greindir það niður eftir næringargildum og þar er unnið mjög gott starf í tengslum við það að mataræði sé í samræmi við þarfir aldraðra einstaklinga. Þannig að ég held við séum að mörgu leyti líka að vinna vel í þessum málum, allavega þar sem að við getum haft áhrif. Þetta er líka rosalega erfitt hvernig einstaklingur sem að ekki í þjónustu hjá bænum, hvernig vitum við hvort að hann er ofþungur, vannærður, þunglindur, hvað sem það er sem snýra að hans heilbrigði og hans heilsu. Þannig að þetta er flókimál en vildi bara vekja athygli á því að þetta er eitthvað sem að þarf sannarlega að vinnast í samvinnu við ríkið sem að við hefum svo rosalega gott samstarf alltaf við og alltaf tilbúin til þess að leggja fram eitthvað í þeim málum þegar við erum annars vegar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson biður málið. Forseti, bæjarfulltrúar, þið heldur kannski að þetta væri stuttu fundur.
það er ekki hægt annað en að taka undir þessa tillögu bæjarfulltrúa Sóleyjarborgar. Málið er klárlega þess eðlis. Ég sem bara áhugamaður um næringu og áhrif matarins á líkamann hefði viljað taka miklu meiri umræðu um þetta. Þó að sjáist kannski ekki á mér. En forvarnir og sjálfsagt er þetta eitt stærsta heilbrigðisvandamál sem við horfum fram á. Það er bæði vannæring og við tala ekki um ofeldi. Ég hef þetta fullt af fólki og ég held að þessi hópur sé miklu stærri heldur en bara með við aldraða. Ég held að þetta sé miklu stærra mál og vildi gjarnan taka þetta upp á stærri vettvangi. Það til þess að ég hef alveg heyrt um ungt fólk sem hefur gert skremmilsettur og það liggur bara í bitsum og kók. Ég held að það sé engin lausn. Ég held að í Kína fyrir, nú erum við komin að stórræðinu sko, í Kína fyrir 1000 árum þá voru þeir með lækna og þar voru læknar að kaupa eftir heilbrigði samfélagsins. Eftir þess að voru færri veikir í samfélaginu, því meira var læknirinn með kaup. Þannig þeir voru bara í forvörnum og nálastungum og pössuðu upp á hinn og þessi atriði, þessu við svo sem gleymt. Ég hefði viljað sjá Sóleyju fá þetta sem sérstakar lið, mér finnst þetta ekki alveg passið til þessu lið, hefði viljað undirbúa miklu betur undir þetta og halda kannski töluverða ræðu og fróðleik fyrir bæjarfulltrúa hérna þetta mál. Ég held að þetta sé það viðfátt eða stórt sig og ég vil gjarnan að þetta fari undir viðkomandi nefnd og þeir skoða þetta áfram. Ég held að það sé fleiri nefndir, skólanefnd líka og aðra nefndir sem geta líka skoða þetta. Það hafa verið gerðir miklar rannsóknir með góðum árangri bæði í Hollandi og Belgíu varðandi mataræði og geðheilbrigði á börnum og nú eru Frakkar á fullu í þessu líka varðandi ADHD og annað, hvað áhrif mataræði hefur á þessu. Það er til þess mjög spennandi verkefni og Akureyri er mjög gott sveitarfélag til að halda utan um svona þætti. Og ég tek heilsvegar undir þessu tillögu en ég hefði gjarnan viljað óska eftir að við tækjum þetta upp sem sér lið og ræðum þetta á miklu víðari grunni. Það er alveg mín ósk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka velferðarráði fyrir það að endurskoða þessa gjaldskrá og gjaldskrárhækkunina sem til stóð að yrði á þessum 2 liðum, það er að segja heimsendum mat og síðan fyrir heimaþjónustuna. Þessa hækkanir segir ekki leggja fyrir miklu nær því sem að maður getur séð fyrir sér miðað við svona verðlagsþróun í landinu. Hitt málið er svo til að bæjarfulltrúa Sóleyjarborgar. Ég get alveg heilshugar tekið undir það sem hér hefur komið fram að það er ekki séns að vera á móti tillögu sem þessari. Það er náttúrulega bara liggur augum út í að það þarf og má gjarnan taka á þessum málum og þetta virðist vera vandamál í íslensku samfélagi sem að þarf að taka sérstaklega föstum tökum. En ég get líka tekið undir orð bæjarfulltrúa Breiðabæjar og reynda fleiri sem hér hafa komið upp að það kannski hefði verið og væri miklu skynsamlegra að taka þetta mál sérstaklega fyrir hérna í bæjarstjórn eins og var reynda rætt á minnihlutafundi í gær. Og vegna þess að þetta kannski hangir ekkit endilega sama við gjaldskrána sem slíka mínum að þetta er miklu stærra mál og ég held ég geti tekið undir það sem kom fram hérna hjá bæjarfulltrúa Sigríði Huldu það kannski er full ástæða til að skoða hvort að þetta sé þá ekki einhvers konar samvinnuverkefni sem væri líklegt að væri hægt að skapa einhverja samvinnu og leita þá kannski til heilsugæslu, Norðurlands eystra eða sjúkrahússins eða velferðarráðuneytisins eða landlæknisembættisins þá einhvers konar tilraunaverkefni á Akureyri sem væri farið ofan í saumana á þessu. Svo við getum svo samþykkt tillöguna og sent hann í velferðarráði sjálfu sér. Ég get alveg séð fyrir mér að taka hérna smá umræðu þessi mál þannig að við settum okkur aðeins inn í málin og tækjum hérna í bæjarstjórn smá umræðu þessi mál og
væri þá búin að undirbúa hugsanlega einhvers konar afgreiðslu á tillögu sem þessari í einhvern ákveðin farveg, frekar en að senda hann eitthvað út í loftið. Það er bara svona vangavelta. En ég ætla ekki að vera á móti þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið um orðið. Já, ég þakka undirtektirnar og vona bara að þið finnið það hjá okkur að eins og mér heyrist nú að samþykkja þessa tillögu. Ég fekk að með þessa ábendingu að það væri líklega betra að ræða þetta sem sérmál en mér fannst nú bara samt ekki og mér fannst þetta nú bara eiga ágætlega við vegna þess að mér finnst þetta svona, ég ætla bara að segja svona pínu smávægilegt sko. Það að segja að þetta er svona einhver svona uppgötvun hjá mér að þarna sé hugsanlega vandamál sem þarf að skoða betur en ég reikna auðvitað með því að velferðarráðið taki þetta föstum tökum stofnunin starfsum sem skýli síðan tillögum inn til okkar og þá þurfum við náttúrulega virkilega að ræða málið og taka afstöðu til þeirra tillagna og hvernig við ætlum að beita okkur því og ég meina að því að það sko eins og ég var að reyna að koma inn á þann, þá er þetta alveg örugglega margir hlutir sem spila saman. Það getur verið sko maturinn sjálfur, það getur verið næringargildi í matnum, það getur verið hversu listugur eða ólistugur hann er, það getur verið verðið, þannig að og það var auðvitað verðið sem að svona stakk mig og þessi hækkun sem var þarna áætluð, þannig að ég tek svo sem heilsugar undir það að bara auðvitað ættum við að vera að ræða lýðheilsumál en hins vegar það að ræða málin er kannski sko, við erum náttúrulega og eigum ekkert að vera einhverjir sérfræðingar í næringafræði eða öðru og við eigum auðvitað bara að vera einhver vettvangur fyrir svona hlutina að veita hlutum inn og út úr kerfinu þannig það er eitt kannski sem ég langaði að nefna líka sem að stakk mig þegar ég var að skoða þessa gjaldskrár og raka augunni líka þegar ég var að skoða starfsáætlanir nefndana og deilda að þá í starfsáætlun búsetudeildar þá er sko gert ráð fyrir að þeir sem að nýti sér heimsendan mat þeim fækki milli ára og það var líka gert ráð fyrir því á síðasta ári þar að segja milli 15 og 16 að þeim fækki og það er svona eitt sem að ég hugsa það er eitthvað þarna sem við verðum að skoða meðan við erum á sama tíma er gert ráð fyrir að þeir sem að njóti heimaþjónustu félagslegri heimaþjónustu fjölgi þannig að eins og segi ég held að og svona það er ástæðan fyrir ég ákvað að koma með þetta undir þessu máli ég tel ekki að við endilega að þurfa að kryfja þetta mál hér og eins og bæjarfulltrúi Sigríður benti á þá snýr þetta kannski örugglega miklu meira að ríkisrekna hlutanum heldur en því sem við sjáum en það er sama, þetta er samstarf og þetta þarf að vera samstarf og mér finnst bara fínt ef við tökum frumkvæðið í því ég meina það er allan ein manneskja búin að einhvern veginn fá einhvern ávæninga því að þarna sé vandamál og við bara skoðum það þá og komumst þá bara niðurstöðum það og ég man að eitt af því sem ég las sem var í sambandi við þetta málþing sem ég var að nefna var einmitt að hluti af því sko að það séu leiðbeiningar frá landlækni sem að þarf að fylgja betur og og eins og ég segi þetta er greinilega margþættur vandi og það er margt sem að veldur því að þetta er eitthvað sem að sem má bæta þannig að ég held við fáum tækifæri til að ræða þetta miklu betur og ég bara skora á bæjarfulltrúa Prebein eða bæjarfulltrúa Gunnar hvert sem er að taka mál lýðheilsumál líka upp. Við höfum svolítið rætt þetta þegar við höfum verið að ræða málefni íþróttaráðs og með stefnuræðu formanns íþróttaráðs og hefur stundum komið að ég allan reynda að koma svolítið inn á lýðheilsu. Mér finnst umræðan hefur þá það hefur einhvern veginn ekki það bara ekki gengið mjög vel að færa umræðuna íþróttaráð einhvern veginn yfir í einhvern lýðheilsuvingil. Þannig ég myndi vera fyrsta manneskjan til að fagna því að við bara ræddum
sko lýðheilsu miklu betur hérna og svona sko óháð einhvern veginn íþróttum heldur sem svona heilsumál. En takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara fínasta umræða hérna. Ég hins vegar tók eftir í málflutningi bæjarfulltrúa Sóleyjar að hún talaði að hún hefði allavega eins og ég skildi það sem hún sagði að hún væri eina manneskja sem að hefði eitthvað áhuga eða á að skoða þessi mál. Ég vil nú bara koma hér upp til þess að ítreka það að starfsmenn sem vinna með öldruðum hérna á Akureyri, þetta ekki neitt nýjar fréttir fyrir þeim vannæring aldraða og það hefur verið, eins og ég sagði hér áðan, það hefur verið unnið að því með gerð matseðla á öldrunarheimili Akureyrar út frá þeim næringar markmiðum sem að landlæknir gefur út fyrir aldraða. Eins það að heimaþjónustan, hún þar sem að við viljum sjá að gerist í heimaþjónustunni það að einstaklingar sem að þiggja heimaþjónustu, að heimaþjónustan sé meðal annars í því til þess að aðstoða meðal annars við innkaup á mat og að elda mat, að hjálpa fólki og kenna því hreinlega að nýta sér það sem það hefur heima hjá sér og þá getu og færni sem fólk hefur heima hjá sér til þess að elda sjálft mat. Og það er líka svo margt sem kemur með því að ef að fólk hugsar sjálft að elda matinn heldur en að það sé einhver sem kemur með hann heim, ef að fólk hefur tækifæri og færni til þess að bæða verslun og að elda sér sjálft heima. Þannig að ég vil bara koma því á framfæri að þetta mál sem að hefur alveg verið til umræðu og starfsfólk mjög meðvitað en klárlega þurfum við að skoða betur hvernig þessi hópur hvernig næringar ástandið hjá öldruðum og það verkefni sem að þá væntanlega fer inn í velferðarráð og þau finna þá leiðir til þess að bregðast við. Og eins líka tek ég undir það sem að bæði bæjarfulltrúi Preben og bæjarfulltrúi Gunnar komu inn á áðan að sjálf hefði ég vilja geta undirbúið mig miklu betur fyrir þessu umræðu, til dæmis til þess að vita þá meira hvað akkurat verið að gera í þessum málum í bænum. Þannig að við gætum verið að taka meiri umræðu það og þá kannski leggja línurnar, hvað það sem við sem bæjarstjórn viljum að þessi hópur vinni að. Þannig að það verður bara vonandi eitthvað gott sem kemur út úr þessari vinnu frá þá þeim fulltrúum sem að fara inn í þann vinnuhóp. En klárlega þetta mál sem við verðum að halda áfram að vinna með. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur kast í ljós, göngum til atkvæðagreiðslu. Framlagða gjaldskrá þeir sem geta samþykkt hana vinsæðis gefið merki. Hún samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Svo það bókunartillaga bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttir. Bæjarstjórn óskar eftir að velferðarráð Akureyrarbæjar hafi forgöngu stofnun starfshóps næringu aldraða sem búa í heimahúsum. Markmið starfshópsins að greina stöðuna og koma með tillögur að umbótum. Í starfshópnum verða fulltrúar frá heilsugæslu, heimahjúkrun og öldrunarheimili Akureyrar og öðrum sem að málinu koma. Þeir sem geta stutt þessa bókun þess að gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 9. dagskrárliður í útsendi dagskrá, sérstakur húsnæðisstuðningur reglur. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liggur liggja fyrir reglur sérstakan húsnæðisstuðning sem við ætluðum að taka fyrir en
þar sem bara rétt fyrir fund bárust upplýsingar frá húsnæðismálaráðherra, þá tel ég að við frestum umræðu um þessar sérstaku húsnæðisreglur reglur sérstakan húsnæðisstuðning og vísum áfram aftur í velferðarráð. Takk fyrir. Orðið er laust. Þeir sem geta stutt þessa tillögu vinsæls gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 22. desember 2016, bæjarráð 19. og 22. desember 2016, íþróttaráð 15. desember 2016, samfélags- og mannréttindaráð 13. desember 2016, stjórn Akureyrarstofu 14. desember 2016, velferðarráð 21. desember 2016. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Þá segjum við fundi slitið klukkan 17:45.